Heyrðu, jæja, við höfum kannski hérna smá tíma hérna fyrir allavega einn hlustanda í viðbót. Góðan dag. Já, góðan daginn. Jæja, hvað... Já, ég hef nú búin að reyna að komast ansi lengi að Já, ég get ímyndað með það. Það er nú búin að vera dálítið annríki hérna. Já, mér langaði að, kvarta þarna yfir málfari í þættinum. Já. Ég veit það algjörlega fyrir niðan allar hellur. Nú? Já. Já. Og þú veist fullvel hvað ég er að tala um. Jæja. Já. Hvað er það sem... Ég til dæmis ensku slettur. Hann félaginn sagði nú áðan hann eitthvað, hann sló nú botnin úr því sem voru að ræða áðan með því að segja eitthvað á ensku. Já, já. Hvað var það? Það man ég ekki. Nei. Það var eitthvað... I think not eða eitthvað svoleiðis. Sagðan eitthvað svoleiðis. Sko, ég er orðinn svo langþreyttur á ambögum í fjölmiðlum að sko ég get nú alltaf hort á sjónvarp lengur. Já, er það Mér finnst þetta nú fjarlæga slæmt til dæmis í Kastljósinu. Já. Og þar er nú svo mikið af ambögum að maður fær hroll af því að hlusta á það. Algjörlega, sko, ég hef það fyrir fyrr. Já. Ég horf á Kastljósið. Já. Svo þegar fyrsta ambaðin kemur, þá slekk ég. Já. Og það er ofta ansi snemma í þættinum. Nú, hvað er? Og sérstaklega finnst mér hvimleið, sko, þegar að verða nota afturbeð fornöfn í boðhætti. Já. Eða nota boðhátt sem fornöfn. Já. Það finnst mér mjög slæmt og þetta er ekkit annað en þágufallssýki. Já, já. Og við hefum fullt af fallegum íslenskum atviksorðum og sem má nota í staðinn fyrir eins og higgorð sem að gjarnan eru notuð eða smáorð. Já. Á íslenskan mjög mikið af fallegum atviksorðum sem eru oft með óákveðnum greini. Já. Og sem að sko sem að má segja frekar en þessar ambögur. Já. Þegar að menn er að segja frásögn í þá liðinni tíð og nota slettur að sko það sem að mér finnst sárast í því er þegar að slettur eru settar í sko nafnátt og jafnvel sko til að kóróna glæpinn að bæta boðhætti ofan á það. Þegar að mjög auðveldlega er hægt að segja atviksorð í staðinn fyrir afturbeygðan greini. Já, já. 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 Þetta finnst mér alveg fyrir neðan allar hellur. Ég bara veit ekki hvað ég á að gera. Sko, ef að þetta heldur áfram, þá gæti verið að ég bara kveiki mér. Ha? Já. Það er nú ekki að fullan gengið. Nei, ég ekki ef þetta heldur svona áfram, og þetta fer svo gífurlega þetta þarna mér, ég ætla bara að kveiki mér. Nei, ég held nú að þú ætti nú að kannski aðeins að endurskoða það en... Fara bara niður á Austurvöll, hella yfir með bensíni og setja þar með korslaða fætur og bara bera eld á mér. Þannig að fólk fari nú bara að hugsa sinn gang. Hvað er fólk að meina? Já, sko ég held að þetta er nú bara... Þetta er ekki nema þágufallssýki. Já. Þágufallssýki, slettur og ambögur upp allt eins og óhreinindi. Já. En hérna, ég þakka kærlega fyrir þessa ábendingu. Og yfirhýra tungumáli sem á að tala fallega og ángalla. Og þegar fólk er að gera sér sekt sömu villurnar aftur og aftur og aftur, þá getur maður ekkert annað gert. En bara hugsa svona. Já, bara allt í lagi. Og ég get þá bara sagt það, ef að þið haldið þessu áfram, þá kveiki ég í mér. Og þá hefur þú það á samviskunni þegar ég brenn upp til agna á Austurstræti, að þá kannski hugsar þú, ég hefði kannski ekki átt að nota þetta afturbeygða fornafn í boðhætti. Ég hefði kannski átt að velja mér eitthvað fallegt atviksorð til þess að nota í staðinn fyrir það. Já. Ég þakka kærlega fyrir ábendinguna. Þetta við skulum reyna að bæta okkur hér í málfari.
Já. Og ég þakka kærlega fyrir. Vertu blessaður. Við höfum tíma fyrir einn í viðbót hér í fyrsta símatíma sumarsins hér í Tvíhöfða. Góðan dag. Já, góðan daginn. Kjartan Kjartansson heiti ég. Já, sæll. Oft kallaður knattspyrnu Kjartan. Já, sæll og blessaður. Mikill knattspyrnu áhuga maður og... Já. Og hef haldið með mörgum knattspyrnuliðum. Ég held nú með knattspyrnuliðinu fram lengi en skipti svo yfir í knattspyrnufélag Reykjavíkur. Já. Fyrir bráðum 16 árum síðan. Nú, já. Þú ert svona fótbolta bulla. Nei, ég það ekki. Nei. Ég knattspyrnu áhuga maður. Já. Þetta það sem að gera út af við íslenska knattspyrnu í dag. Það þessi ambaga og ég svo hjartanlega sammála þessi manni sem hringdi hérna áðan að fótbolti ekki knattspyrna. Fótbolti þýðing á enska orðinu fútból. Íslenska heitið á þessari skemmtilegu íþrótt knattspyrna. Og þetta er orðið svo slæmt að ég get ekki lengur hort á knattspyrnuleiki í sjónvarpi án þess að skrúfa niður hljóðið. Vegna þess að ég bara finnlega þoli ekki þegar að þular eru að nota orðið fótbolti. Og ég get ekki hlusta lengur á útsendingar í útvarpi vegna þess að það er sama ambagan þar. Fótbolti. Þetta heitir ekki fótbolti. Þetta heitir knattspyrna. Af hverju þarf fólk að nota orðið fótbolti? Já. Af hverju? Ég veit það ekki. Nú svona þetta hefur vanist svona. Nennar það ekki? Nennar það ekki að segja knattspyrna? Já, þetta þykir svona kannski þjalla að segja bara fótbolti. Það er til íslenskan er uppfull af góðum orðum sem hægt að segja í staðin fyrir fótbolti. Það er í staðin fyrir að segja sparkabolta, þá má segja þeita tuðru. Já. Þeita tuðru eða þeita knetti sem er jafnvel fallegra. Af hverju er þetta ekki til dæmis, af hverju segir aldrei neitt það skal gera maður knattþeitingur. Þeitingur. Knattþeitingur? Já, til dæmis ef einhver gefur knatt í knattspyrnuleik og næra þeita knettinum í mark andstæðings, hvernig segir hann þá ekki þetta var glæsilegur knattþeitingur? Hvað er af því? Af hverju segir maður aldrei, jájá, nú ætlar hann eðursmálega að spyrna tuðrunni? Hvað er að fólki? Af hverju má ekki segja það? Nú ætlar hann eður að spyrna tuðrunni. Þetta er svo mikil ambaga, þetta er svo ljótt mál að segja fótbolti. Já. Fótbolti. Þetta er lélegt og ljótt orð. Já, ég ætla nú ekki að leggja dóm á það hér, en... Þeitiknöttur er það orð sem að ég myndi vilja sjá. Já, þeitiknöttur. Knattspyrna og þeitiknöttur er góð íþrótt. Já. Og ég vil brýna fyrir íþróttafréttamönnum að reyna að nota fallegt og gott mál og nota falleg og skemmtileg orð. Það er til svo mikið af skemmtilegum fallegum orðum í íslenskri tungu sem er alveg fullorðið bara til þess að nota. Já. Þeitum knettin ekki fótbolta. Já. Gerðu fyrir mig ekki fótbolta. Við skulum reyna að taka þetta til greina. Ég þakka kærlega fyrir þetta. Ekki meiri fótbolta. Allt í lagi. Þakka kærlega fyrir, vertu blessaður. Og meiri tíma höfum við því miður ekki fyrir hlustendur að sinni. Sameinuðu þjóðirnar, NATO, alþjóða viðskipti.